Hurðir. Þær hafa fylgt okkur frá örófi alda, allt frá fæðingu til dauða dags. En hvað eru hurðir? Íslensk orðabók skilgreinir hurð sem fleki til að loka dyrum eða opi. En er það allt og sumt? Til að svara þeirri spurningu og fleirum þurfum við að snúa tilbaka til tímans fyrir tíman. Miklir hvellur. Tími og rúm var til á broti úr sekundu. Öreindir urðu frumeindir, frumeindir sameindir sem svo þjöppuðu saman í plánetur, stjörnur, stjörnuþokur og loks hurðir. En hver er eðlisfræði hurða? Það náttúrulega er álag á hliðunum þar sem hjarðirnar eru. Þannig að það náttúrulega þyngdarafli tosar í þá í hurðirnar, þannig að það þarf einhvern veginn að halda þeim uppi. Og síðan er líka sem heitir, hvað heitir á íslensku? Heitir tork, sko. Það er, hurðirnar hafa þann tendens að vilja fara svona hliðina, þannig að það er oft fleiri hjarir uppi heldur en niðri út af þyngdarlögmálinu. Og það er nú svona þessi eðlisfræði sem dettur í hug sem snýr á hurðum, sko. Hurð er bara eins og við erum eiginlega tómarúm, sko. Þú veist, þannig að ég veit það ekki, sko. En hverjar eru eðlisfræðilega takmarkanir hurða? Virkar hurð í þyngdarleysi? Gæti hurð verið á stærð við atóm? Gæti hurð ferðast á ljóshraða? Það er ekkert sem getur að fara í ljóshraða, sko. Það er bara ekki hægt, sko. Ef eitthvað næri ljóshraða, þá verður þyngdin óendanleg og þá fer bara allt í steik, sko. Þannig að ljóshraði, það er ekkert, sko, allavega út frá þeirri vitneskju sem í dag, það er ekkert sem getur að fara í ljóshraða, ekkert eitthvað svona fyrirbæri, sko. Við getum ekkert að fara í ljóshraða eða eitthvað svoleiðis, sko. Lögmál Einstein segja bara það að það er, þú veist, ef þú ert með 1 gramm sem fara í ljóshraða, þá verður það bara, þú veist, 1000 trilljón kíló bara, þú veist, bara óendanlega þungt, sko. Þannig að það er eins og það sem við vitum í dag, þá er það ekki hægt. Þannig að ég held að það eigi líka við hurðir þá, sem sagt. Margvísileg eðlisfræðileg lögmál verka á hurðir, en eru hurðar bundnar gegndarlausri efnishyggju? Hvað myndi frumspeki Plató segja hurðir? Hvenær verður hurð að hurð og eru hurðir yfir höfuðið til? Ég veit ekki, sko, það eru náttúrulega margar gerðir til af frumspeki og margar útgáfur og ég held að þær myndi ekkit allar komast að sömu niðurstöðu kannski hvenær verður hlutur að hurð eða eru hurðir til. Það væri mögulega hægt að taka einhverja svona afstöðu sem að segði bara að það er ekkert til í raun og veru nema bara það sem er algjörlega náttúrulegt og óháð svona mannshuganum eða ætlunum manneskjunnar og hugsunum og svo framvegis og það er það eina sem að á sér raunverulega tilvist og þá út frá því þá væru hurðir væntanlega ekki til. Já, getur verið svolítið svona óljóst hvað er það sem gerir hlutin að því sem hann er, eins og til dæmis hurð, er það ætlanir þeirra sem búa til eða nota hurðina eða er það eitthvað annað sem að gerir hurðina því sem hún er. Þarf hún að uppfylla einhver svona sérstök skilyrði, til dæmis hvernig hún má vera í laginu eða einhver svona efnisleg skilyrði þannig. En hvað hafði Wittgenstein þetta að segja? Já, það er góð spurning. Hefði Wittgenstein eitthvað þetta að segja? Ætlan myndi nú ekki sko allavega segja að það væri notkun
notkun orðsins sem skipti máli þarna og ákvarðaði merkinguna þannig að frekar en að það væri einhver svona fasti sem lægi einhvers staðar annars staðar sem ákvarðaði það hvaða merkingu orðið hurð hefur. En hver tilgangur hurða? Vægi þeirra og merking í mannlegu samfélagi? Hvað var til þess að við tókum þessa hugmynd hurð og blésum henni líf? Hvað var til þess að manneskjan tileinkaði sér og tók upp hurðir? Af hverju við mannfólki tókum upp hurðir áhugaverð spurning, ég held að það sé ýmislegt. Eitt það að frækenning Irvins Goffmans félagsfræðings sem talar að lífið sé leikhús og leikrit. Og við erum alltaf að taka þátt í einhverju leikriti, hvernig við klæðum okkur og hvað við segjum, við förum í göngum inn í ákveðin hlutverki í samfélaginu. En með hurðum þá getum við kannski lokað af okkur og farið baksviðs í leikhúsinu og verið meira við sjálf og þurfum ekki alltaf kannski að vera með þetta performance sem að við erum öllu jafna í samfélaginu, þar sem við erum að taka þátt í samfélagi og taka þátt í þessu leikriti með öðrum, þannig að hurðirnar gefa okkur svona smá rými, persónulegt rými, það sem getur meira verið við sjálf. Og ég held að þetta sé kannski eitt, að það er hægt að loka sig af og frá samfélaginu með einhverjum hætti. I mean, I don't think I've ever read an anthropological paper that focused specifically on doors, but there is a lot of anthropological research that's focused on dwellings, on homes. And I think what interests me about doors, obviously there are different kinds of doors, but one of the most important social forms of a door is what marks the boundary between a home or a building and the outer world. So a door is both something physical and functional, but also something symbolic. And it's possible even to have a door, I think, without a door in a certain sense. You can have just a frame that also symbolizes to people that you're entering a different kind of space. And I don't know, how diverse, like we can talk about it, like how diverse a range of doors you're interested in exploring. But I'm really interested in these portals, like thinking about the door as a threshold or a marker between two different kinds of social spaces. And that can even be so within the home, right? Because within a home, you have rooms that are set apart from each other by doors or not doors. And it's very meaningful to people, especially at different phases of your life, like when you have a door that marks a space that's your own versus, say, the family space. And so, I don't know, I think it's a really rich and interesting topic. And the fact that nobody has written on it makes me even more intrigued. I don't know. I mean, I think doors are both these really interesting cultural artifacts and also, in other words, they tell us a lot about our culture, I think, in our society, even though we know that there's something kind of universal about them too. The idea of the door is maybe more universal, but the way it's manifested can be quite different in different cultures and times. It's a very banal term, a very mundane term. It's a term, it's like people think a lot more about walls than they do about doors, really. It's like roof maybe, or it doesn't have a lot of resonance. And that's what makes it so interesting, is it's sort of hiding in plain sight. Each of us walk through many doors today without remarking on the door as a concept. So it's kind of brilliant you're making this film to try to shed light on it. Í öðru lagi þá marka hurðir einhvers konar skil milli hópa, við og þið. Og það getur verið í ýmsum skilningi og það þarf að loka að sér, hópurinn talar saman og allt það. Og þetta svona ákveðin svona kannski myndlíking varðandi völd í samfélaginu. Þeir sem hafa völdin og hafa lyklavöldin geta verið inni og haldið öllum hinum úti. Rannsóknir sýna til dæmis að elítur eru mjög fámennur og þröngur hópur sem erfitt að koma sig inn í, og við tölum að ákvarðanir eru teknar í reykfylltum bakherbergjum. Það sem búið að loka á, við komumst ekki að þeirri ákvarðanatöku. Þannig að hurðir hafa líka kannski gegnt þessu hlutverki að skilja á milli hópa og afmarka hópa sem við og hinir. Þannig ég held kannski þetta svona tvennt, svona ásamt örugglega ýmsum fleiru eigi þátt í þegar við erum með hurðir sem þetta fyrirbæri,
sem hafa svona tákgræna merkingu líka í samfélaginu að það eru ákveðnu hópar í gangi og það skiptir máli kannski sjónarhornin sko, þú veist, og við lítum líka á kannski orðin sem við notum að útilokun sko, að vera lokaður úti sko. And we're going to have that big, beautiful door in the wall. But you know what? They have to come in through a process. They have to come in legally. Og það miklu víðari skírskotun í samfélaginu og eins og bara með innflytjendur og eitthvað slíkt sko. Þú veist, þetta er náttúrulega ekki lokaður úti sem að hefur þessa merkingu við hurðar og þannig að ég held að hurðar svona marki ýmislega hafi svona tákgrænt gildi, ekki bara praktískt gildi að geta lokað sig af, þetta hafa líka svona tákgrænt gildi það sem er skerma af ákveðna hópa út frá öðrum. One of the things that's interesting, if you look at how I think architecture has developed since the 19th century, is that I feel that, if you look at old European buildings, I've spent a lot of time in Berlin, and I think you have too. So if you, in those old 19th century Berlin buildings with their tall ceilings and really imposing heavy doors, it really feels like the door is sort of very clearly marking, two spaces. But over the course of the 20th century, with the rise of modernism, I think there was more interest in exploring open layouts, open spaces, and even, I think in the past few decades, some ideas that having more visibility and transparency creates a greater sense of community. So like open layout offices where they try to minimize doors and minimize walls to kind of create a sense of community or solidarity. That's really interesting. Já, en svo líka með hurðir, þær geta sko sama, eftir hvernig maður lítur á þær geta loka fólk inni og verið þvingandi, þær geta líka opnað og veitt okkur sín. Þýski félagsfræðingur Georg Simmel talaði að sko veggir væru svona skermandi en hurðir sko opnuðu. Þannig að veggir væru mállausir en hurðir getur talað sko. Og þannig að hurðir mynda op á veggina sem þrengi að okkur og veit okkur sín og eins og í Hávamálum talað að svona forheimskandi að vera alltaf heima, vera alltaf inni, vera inni lokaður sko. Þannig að hurðirnar geta opnað okkur sín í aðra heima, aðra menningarheima og gert okkur svona, veitt okkur tækifæri til að sjá heiminn og skynjan og sem sé fá þannig meiri meðvitund fyrir því sem að gera, sett okkur í spor annara og svona unnið gegn þessari forheimsku sem að innilokun kannski felur í sér. Við gerð þessara myndar var lögð ítarleg rannsókn á viðhorf fólks gagnvart hurðum út frá aldri, kyni, kynþætti og þjóðerni. Getur þessi vitneskja okkar á hurðum hjálpað okkur til að skilja hvað aðskilur okkur? Getur skilningur okkar á hurðum stuðlað að því að við sameinumst sem mannkyn? Já, þú veist, klárlega, sko, við erum, sem sé, við notum þessa könnun sem varst að setja fram, sko, og það er mismunur á kannski hópum. Við erum alltaf, sko, ólíkt mótuð, sko, það engir tveir einstaklingar eins. Kynin eru ólíkt mótuð, ólíkir aldurshópar ólíkt mótaðir, þótt þú elst upp í borg eða bæ á Íslandi eða í stórborg eða hvað þetta er. Það sem félagsmótun hefur svo mikil áhrif á skynjun okkar, á samfélaginu og umhverfu okkar, á hvað er rétt og rangt og hvernig við lítum á hlutina. Þannig að það er ekkit óeðlilegt við það að ákveðnir hópar hafi aðra sýn að einhverju leyti á fyrirbæri eins og hurðir, sko, vegna þess að sko, sjálfsmynd okkar og lífslaup það markar svo mikið af umhverfi okkar. Umhverfi okkar svo ótrúlega mótandi afl og samkvæmt þessu niðurstöðum þá sem þú ert að sýna mér þá eru svona konur jákvæðir í gagnvart hurðum en karlar sem að sko ég veit ekkert af hverju sko, kannski þú veist, eitthvað sem snýr að heimilinu eða karlar sem eru meirihluti þeirra sem í fangelsi, tengja hurðir þá meira við fangelsi eða eitthvað slíkt, sko. Ég veit svo sem ekkert hvað en það einhverja svona hugmyndir kynjana sem að það skýra þetta með einhverjum hætti. Af hverju konur ætti að vera jákvæðir fyrir hurðum en karlar, en það þyrfti náttúrulega að skoða það nánar í fræðunum,
En það ekkert, kemur ekkert á óvart að þessi munur milli hópa. Geti líka komið munur milli ólíkra aldurshópa eða ólíkra menningarhópa og það finnst mér bara eðlilegt sem félagsfræðingur vegna þess að menningin sem umlykur okkur, hún mótar okkur á svo mismunandi hátt og gefur okkur ólíka mælikvarða á hvað rétt og rangt og æskilegt og óæskilegt og allt þetta, sko. Þannig mér finnst það ekkert koma neitt á óvart að sé einhver munur á hópum. Meiri sem fyrir bara eins og hurðir sem í fyrstu svona sín virðast kannski mjög takmarkað viðfangsefni sem eru náttúrulega ekki eins og þú kannski að koma á í þessari mynd. En hvaða merkingu hafa hurðar í undirmeðvitund okkar? Getur hurð verið uppsprett af kærleika, losta, vonar eða vonleysis? Það sem ég fór að hugsa bara eins og þú nefndir áðan hvað þýða hurðir í sálfræði og það þessi praktíska notkun eða hluturinn sjálfur. En síðan hurð bara mjög tákgrænt, sterkt tákn og stendur yfirleitt fyrir einhverja lokun á milli heima. Þannig ég hef verið með til dæmis fólk í meðferð sem hefur misst nákominn og sér fyrir sér jafnvel hurð sem hinn farin í gegnum og lokað á eða jafnvel að viðkomandi hérna megin við hurðina og það þarf að opna til að hleypa honum burtu, það getur það ekki. Og þetta svona tákn sem fólk notar. Þannig að á þennan hátt þá heilinn okkar fullur af einhverjum lokuðum hurðum. Og ég held að þar hafi Freud svolítið hitt naglann á höfuðið. En geta hurðir fyllt okkur af skelfingu? Ég held að fyrsta lagi þá bara svona alvöru hurður sem við getum lent í vandræðum með. Það til dæmis mjög algengt að fólk sem með víðáttufælni og slíkt erfitt með að fara út og óttinn svona kannski flyst yfir á dyrnar og auðvitað margar aðrar ástæður fyrir því að fólk óttast að fara út dyrnar. Svo líka til að fólk kannski hrætt við þann sem kemur inn og vill læsa hurðum. Það mjög algengt með fólk sem þau lent í því að brotist inn hjá þeim, að þá það hrætt við það og gerir mikið til þess að læsa að sér. Svo kannski börn með aðskilnaðarkvíða, að þau eiga erfitt með að loka hurðum og við kannski þekkjum það börn sem lítil og óörugg að fara á klósetti, vilja hafa hurðina opna, get ekki sofna nema hurðin sé opin fram og þá vilja þau ekki þennan aðskilnað, þannig að hurðin aðskilnaður. Og ég held að það sé svona þessi praktíska skilgreining. Ég held að það sé mjög sjaldgæft að fólk sé hrætt við hurðina sjálfa. En það kannski til eins og bara svo margt til. Það einn ótti við hurðina sjálfa sem kom upp bara núna fyrir nokkrum árum í COVID sem að hurðin sé og hurðarhrútnin sé staður sem getur smitast á. Þannig að við vorum mjög upptekin að því að sótthreinsa hurður og hurðarhúna. Þannig að þess vegna eru hurðir svolítið svona neikvæðar. Og við vildum frekar kannski hafa hurð sem bara opnaði sjálfkrafa eða við vorum að opna með olnbogum og svona. Þannig að það ótti við hurðina sjálfa. En ég held að sé sjaldgæft að fólk sé hrætt við hlutinn sjálfan, sko. Ef hurðar eru til sem eitthvað óáþreifalegt fyrirbæri í kosmósnum, hvaðan kom hún og hvaða djúpstæðu trúarlega merkingu hafa þær fyrir vikið? Þegar maður fer að skoða þetta út frá svona hugmyndafræði og hugmyndasögu, þá held ég að hurðir verða til á sama tíma og maðurinn hefur fundið þörf fyrir að vera einn utan fyrir sig. Hurðir standa fyrir að vera prívat.
en sko það líka svo merkilegt með þessa sögn að ljúka, að hún get líka þýtt að ljúka upp og loka. Þannig að ég held að hurðir standa fyrir þetta hugtak að þú ert með svona eitthvað sem að ramma þig inn og þú getur haldið eitthvað fyrir utan og þú getur opnað á eitthvað. Og það held ég sé rosalega merkilegt fyrir hvernig maður upplifir sjálfan sig og sína persónu og sitt svona rými, persónulega rými. Það er ekki mikið hurðir hjá okkur, en það er hins vegar mikið af hurðum í öðrum trúarbrögðum og ég hugsa sérstaklega gyðingdóm því að hebreska stafrófið það byrjar á bókstafnum A sem alef sem þýðir uxi og svo kemur David sem hurð, sem D og er með tölugildi 4 þannig að þegar maður að sjá þetta fjórði stafurinn í stafrófi sem heilagt að það skuli vera sett hurð þar, það sýnir að hurðir eru mikið metnar í þessum fræðum. Ég var mikið alltaf pæli í hvaða merkingu þessar hurðir hefðu haft í þessum hebreska hugmyndaheimi því að þetta er alltaf mjög öflugt hugtak þar, hurðir. Og náttúrulega ég er heillaður af einni hurð sem er á Þjóðminjasafni sem Valþjófsstaðahurðin sem einhver fallegasti útskurður sem til á Íslandi. Hún var fyrir kirkjudyrum frá 1200 að talið til 1850 á Valþjófsstað. Þá var hún orðin frekar léleg, það var svolítið þannig. Og hún var send til varðveislu til Danmerkur. En 1930 tilefni afmælis alþingishátíðarinnar sem þá var. Þá skiluðu Danirnir til Íslands á ný. Og hún segir mjög skemmtilega sögu af riddara, þetta er úr ykkur riddararómansu. Það er riddari sem bjargar ljóni og ljóni fylgir eins og hundur það sem eftir og þegar riddarinn deyr að þá sofnar ljónið á gröfina og þetta er svona myndasaga á þessari hurð og hún situr mikið í mér vegna þess að líka það eru ristar rúnir á hurðinu sem er ekki algengt á Íslandi því að það er ekki mikið af rúnir sem hafa varðveist við miður. Þannig að ég stóð hérna sem ungur drengur og horfði á þessa hurð og dreymdi að ég myndi eitthvað tíma geta skorið út svona sjálfur. En það hafði ekki gengið eftir því miður. Ég flaufi. Nú, svo er önnur hurð sem var náttúrulega rosalega fræg, sem Martin Luther. Hann nældi á hurð 95 atriðist þar sem hann var að mótmæla kirkjunni á þeim tíma og þetta var upphafið af mótmælandatrúnni. Þannig að þar kemur hurð við sögu, mjög mikilvæg í Wittenborg. Í norrænu goðafræði voru fyrstu menninni tálgaðar úr trjádrumbum. Mætti segja að menn og hurðir séu úr sama efnisviðnum. Tré eru mjög mikilvæg í flestum trúarbrögðum og það askur og embla skilja vera þessi trjádrumbar sem guðirnir finna á strönd og gefa líf og þetta er náttúrulega oft sem að menn hafa tengt við Adam og Evu, þetta er sömu uppfastafir en það er ekki skilt samt því að Adam og Eva er ekki úr timbri. Hurðir geta haft djúpstæð hughrifandi áhrif á okkur, en getur hún verið list? Á hún sér fagurfræðilegan veruleika? Það er hurðin sem opnast inn í annan heim og er hurðin fyrir aftan augun. Hurðin fyrir aftan augun, það er að segja hvað er á bakvið spegilinn. Og þá erum við komin í Lísu í Undralandi til dæmis, eða
að margir mjög frægir listamenn nota þetta sem einhvers konar líkingamál yfir í annan heim og þar ef við notum þessa líkingu áfram inn í annan heim, hurðin inn í annan heim, að þá kannski átt við húsnæði hugans. Að í húsnæði hugans eru mörg herbergi og sumar hurðir eru lokaðar og aðrar eru opnar, aðrar eru skildar eftir og opnar kannski óvart og sumir hafa líka læsa sem herbergjum og þetta eru oft gamlar minningar eða eitthvað svoleiðis sem eru bara harðlæstar hurðir í húsi hugans og svo stundum ef maður notar þetta áfram sem líkingamál í húsum hugans að ef þú lokar einni það kannski opnast önnur og við sumar lokanir eftir hræddur við og sumar eru svona ákveðnar hurðir eins og hurðir í fangelsum eða klósett hurðir. Maður lokar þeim alltaf eiginlega nema maður sé einn heima hjá sér eitthvað svona. Og þetta það er til fræg hurð til dæmis hjá Marcel Duchamp, hjá René Magritte og mörgum fleirum svona hurðarmyndu sem maður hefur rekist á og rekið nefið í gegnum tíðina. Já, ég sá eina svolítið merkilega hurð sem var bara stillt á gólf en hún hafði verið gerð úr vaxi frá hunangsflugum. Það var sem sagt búið til úr hunangi eða hunangsvaxi og hún var stóð svona fyrir fram að glugga og sólin skein í gegn og hún glóði og þetta var sterk upplifun en hún sem sagt stóð og það var hægt að opna hana og loka henni en hún sem sagt hékk á svona hengslum sem voru opnanleg en hún var gullin og þetta myndi mig svolítið á sem eru svona þessar hliðstæðu hurðina eins og hlið eða gluggi að þetta var eins og gullna hliðið í mínum huga bara sem sterkt dæmi og maður hefur séð hurðir oftar en einu sem notar það sem er hanga og menn mála á þar en það kannski geta opnað og loka það bara hanga sérstaklega svona rammahurðir. Kapitalismi. Gegndarlaus hjól-iðnaðir sem stoppa fyrir engum. Nútíma neyslu samfélagi velta hurðabransans eitthvað sem telur milljónir ef ekki billjónir króna. Hurðir eru seldar og keyptar í massavís í samræmi við hugmyndir Adam Smith framboð og eftirspurn. Hverjar eru persónulega reynslu vina okkar og vandamenn af hurðakaupum? Ég vissi alltaf hvernig hurði ég vildi og við vildum háar hurðir, svona massívar, ekki með gerefti. Við vildum skyrtuslausar háar hurðir með felluþröskuld. Og við vorum búin að velja lit, ástæðan, við vildum ekki bara þessar plain, eins og þessi, fyrst þetta flott hurð en þú veist svona plain 2 metra geriftishurð. Þannig að við fórum að leita og þetta voru dýrar hurðir, mjög dýrar. Ég held að stykki hafi verið alveg upp í 400.000 hjá mörgum fyrirtækjum. Við létum sérsmíðaðir og sluppum aðeins betur með það. Það eru 42. Bílskúrshurðir eru oft ekki sérsmíðar, það er ákveðnir svona standardar og mörg hús eru með sömu hurðina og þetta er svo ævintýrlega ljótt að ég gat ekki, ég varð að búa til mína eigin bílskúrshurð. En hurðirnar, þetta eru bara, þykkar hurðir, flottar eins og þessar hérna. Hurðin er þannig að það er, ég fæ úttekt á þessa hurð af því það er hægt að setja bílinn í. Hins vegar er hún þannig gerð að framleiðandinn sem framleitt hurðina varð mjög hræddur að hún myndi kannski ekki fúnkera eða eitthvað myndi koma upp á af því að hún er ekki hefðbundin standardhurð. Þannig að ég varð að segja honum, skrifa undir áður en framtíð hurðina að
ég myndi ekki koma til hans seinna og segja bara hæ, halló, þessi hurð virkar ekki, fá endurgreitt. Nú er ég ekki einhver hurða sérfræðingur sko, en þú veist, fattar hvað ég er að tala um. Þannig að, já, það er þá er þetta hurð sem að er, hvað ég segja, já, þú veist, ég vil að þú sjáir þetta sé hurð. Hurðin sem ég er búin að gera og til, hún lítur ógeðslega vel út. Ég er ekkert endilega fyrir að opna hana mjög oft, en hún er falleg og auðvitað skiptir það allir máli. Ég fíla þessar háu hurðir, mér finnst það bara, það eru tignarlegar og flottar, bara skiptir rosalega miklu máli fyrir heildarlúkið á húsinu, mjög miklu, ég myndi segja að það sé alveg bara stór hluti. Útidyrahurðir eru margar og mismunandi og á mörgum stöðum í heiminum eru þær í mismunandi litum og ég myndi segja það að þær væri kannski það sem að útidyrahurðir kæmi mjög mikið upp fólk eða segðu okkur hvers konar manneskja viðkomandi hefði að geyma, sýna okkur raunverulega hvað fólk þetta er. Þannig að já, útidyrahurð, ég meina það hlýtur að vera bara eins og andlit fólki. Hurðir eru bara geggjaðar sko. Ég vorkenni fólki sem er að byggja og það er einhver hurðir í húsinu sko. Fólk okkar sem ég er að fara að kíkja núna til. Þú veist, þau eru nýbúin að setja hurðir sko, búin að búa í húsi í 10 ár og engar hurðir sko, engar hurðir inn á klósett og svona. Ég bara skil ekki alveg hvernig fólk getur lifað við það sko. Það var bara ekkert að því sko. Við byrjuðum náttúrulega á því að vera bara með gardínur fyrir þá baðherbyggjum. Já, við erum 2 baðherbyggi, þannig að við erum inni bara, þú veist, það var bara fínt sko. Jú, þetta náttúrulega, þú fær gesti og svoleiðis, þá vill fólk geta loka af sér. Það var kannski aðal vandamálið, við vorum með matarboð sem er alveg frekar oft, að þá fannst kannski fólki óþægilegt að geta ekki læst af sér. Þannig að það var eiginlega pressan kom þaðan, sko, ekki frá okkur. En jú, þetta að fá hurðir og geta læst, ég meina, jú, fínt, en ekkert. Það kom mér allan óvart hvað þetta skiptir litlu máli. Er ekki bara lífið oft einfaldast þegar bara því einfaldara sem lífið er. Þú veist, það var einhvern veginn, það er ekkert að flækja þetta. En ég mæla alveg með hurðum, ég er ekkert að mæla móti hurðum, en það er líka alveg ákveðið vesen sem fylgir hurðum. Það er skella, klemma sig, eyðileggja hitt og þetta, keyra á þetta með leikföng. Þú veist, það getur líka verið vesen. En ég myndi alltaf velja hurðir samt, heldur en hurðalaust heimili. Hurðir hafa mótað okkur sem mannkyn og reist djúp spor í trú okkar, heimspeki, siðferði í list okkar og menningu. En hvað ef þær hefðu aldrei orðið til? Hver væri veruleiki okkar í hurðarleysum heimi? Já, þannig að ef við myndum vakna og allar hurðir í heiminum væru horfnar, það hefði bara, fyrir einhvern galdur þá hefði þeim öllum verið eitt, en við myndum samt ennþá muna eftir hurðum og til hvers þær hefðu verið notaðar og svoleiðis. Já, það væri kannski, það væri allavega hægt að segja að hurðir væri þá til sem, allavega sem hugmyndir og sem svona eitthvað sem að við getum þá kannski ákveðið að búa aftur til hurðir til dæmis og þannig að þær væru til sem svona, já, sem, og kannski eitthvað meira en bara hugmynd, af því að það er náttúrulega alls konar sem er til sem hugmynd en samt ekki til í neinum öðrum skilningi, en þær væru, jú, svona einhvern veginn til, það væri til dæmis kannski þá samt hægt að, já, hringja í smið og panta hjá honum hurð sem hann myndi þá búa til og hann myndi alveg vita hvað við erum að tala um og svoleiðis. Það væri náttúrulega, held ég held að væri svolítið svona markverð breyting á samfélaginu. Það yrðu ákveðin svona, ég segi ekki sko,
Já, ég held að þetta er bara grundvallar breyting á bara hvernig við kannski hegðum okkur einhver leiti. Ég held okkur þætti þetta mjög óþægilegt yfir höfuð. Það verður ekki hurðir vegna út af þessu privacy sem við viljum, að við getum geta lokað okkur af frá samfélaginu, samfélagi með öðrum, viljum geta átt eitthvað í innrúmi. Ég held að okkur þætti það gríðarlega óþægilegt. I can see both a dystopian and a utopian version of that, right? And it has something to do with this sense of who is choosing to get rid of the doors. Are we in a world without doors because we no longer fear transgression? We no longer fear invasion. We no longer fear. We are so equal in our status and opportunities that it doesn't really matter anymore. Það myndi kannski skapast svona ákveðin tækifæri fyrir þá sem að standa fyrir utan, skilur, sem eru útilokaðir, sko. Það myndi standa ákveðin tækifæri að fullt af heimilislausum fólki í heiminum og valdaklíkur, sko, hafa notað hurðir til að loka sig af og brynja sig gagvart þeim sem hafa ekki völdin. Þannig að það yrði kannski svona, þú veist, kannski yrði ákveðin svona uppþot eða uppreist eða eitthvað gegn valdaójafnvægi heimsins með einhverjum hætti þegar þú getur ekki lengur lokaði af og öll svona heimsmyndi, þessi efnislega heimsmynd, hún breytist ef að hurðir myndu allt í einu bara hverfa af yfirborði jarðar, sko. So that might be the more utopian side of it. A dystopian side could be, yes, there are no doors because this is a world full of walls. And in a world full of walls, we don't want to let people out. They are compartmentalized in their places. And unfortunately, I think, especially when I look at a place like the United States, it's a place that's building walls. It thinks that walls are going to be a solution to its efforts to safeguard the enormous wealth it is acquired and that it guards like a dragon over its hoard. Og hvaða öfl eru þetta sem munu svona hagnast af því að það sé ekki hurðar í samfélaginu, skilur? Er það valdaklíkan sem mun geta nýtt sér það með einhverjum hætti? Eða eru þeir valdlausu sem að myndi að geta elst með einhverjum hætti sem ég sefi svona meiri trú á vegna þess að hurðir eru hafa meira vægi fyrir þá sem valdið hafa heldur en fyrir hina. En hver er framtíð hurða? Munu hurðir einn daginn taka á sig annan efnisfasa? Munu vísindamenn framtíðarinnar einn daginn koma upp með nýja hurð? Munu hurðir tengja okkur við fjarlægt sólkerfi? Eða aðra veraldir? So, as I share with you my thoughts as a futurist about doors, what's more interesting than what I'm saying is what's running through your mind as you're listening to it, where it's taking your experiences. But one of the first things I can share as a futurist is to better understand the future, step back into the past. So where I'm from, Aotearoa in New Zealand, the people of the land here, the tangata whenua, are the Maori. And Maori have an amazing whakatoki, which is a proverb. And that proverb is ka mua, ka muri. And what that means is we walk backwards into the future. And so if you take that whakatoki, that proverb, walk backwards into the future, imagine passing through a doorway. So I'm stepping from the past. The doorway is almost the present. And I open that door and step forward into the future. So let's just think about the ages that doors have gone through. So when you ask me about the future of doors, I think I'll begin approximately 10,000 BC, back in time. Why that point? Because it was the Neolithic Revolution. When we shifted as a society, we went from hunter-gatherers to an agricultural society. And perhaps that was doors' greatest moment. So if we step forward in time and we go to the Industrial Revolutions, and that's the invention of steam power. So that's the point that we go from, instead of us using our labour, our energy, or animals, can we actually create machines that power things? Now, see how you get an interesting thought and you start to go, I wonder if there were steam-powered doors.
Was the first self-opening door steam powered? Don't know if it was, but there must have been mechanisation. Now at this point, we've still got a couple more revolutions to step forward into. So I want to take you to the year 1969, and it's the beginning of the digital revolution. So now if I return to the original question of what is the future of doors, I can put them in this age of autonomy and go, okay, so the doors are going to be more autonomous. Or maybe the doorways are going to be more autonomous. The people moving through them will be more autonomous. We can then start to get into that interesting territory to go, will the autonomous doors recognise whether I should be allowed in or be allowed out? Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. We can now get into some deep philosophical questions. So if I want to think with a future thinking perspective about doors, one of the first things I can do is to zoom out and go, what is the role of the door and the doorway? And I might bring it down to the basic elements. A door separates two spaces. So as humanity and society, we move between spaces. So, if I move between the physical and the digital world, is that a doorway? These are back doors, aren't they? Programmer access. How do they work? And that's one of the most powerful future thinking techniques, is the ability to reframe. We describe it as shift your perspective. So you can look at doors from different angles. I might then go, what about an invisible door? Because often people, they have a secret door that goes into an exciting part, or they want their room to look pristine and not notice the doorway. Then you can go, that's the beauty of digital, is that you can move things around. So could we have doors that are actually using an electrical current to actually create a hidden door and press a button and it disappears? Rannsóknar sem ég var að gera í tóttarsanáminu snerist að rannsaka fasahegðun vetnis, að við réttar aðstæður þá var hægt að búa til svona kerfi, en þá var þetta ekki svona stórum skala en svona bara mikroskala. Hægt að búa til svona kerfi þannig að þú hleyptir vetni inn og þá virkaði vetnið sem svona hálfgerð hurð, ef maður lítur á þannig að það var eins og gluggadöld, það komst ekkert ljós inn, þú gast sér í gegnum það, en það komst ekkert inn. Já, þetta gasur sem ég að tala í rauninni, sko. Could we possibly have solar-powered doors? It's a large surface, and all of a sudden we go, maybe it's not pointing in the right direction, so could the angle of doors in the future change? That's a radical thought. So often people, when they think what a futurist does, you're going to tell me what happens. And if I'm giving a keynote presentation, they're expectantly wanting me to tell them exactly what the future of doors will be. And as a futurist, it's often about getting people to imagine forward, to almost step from the present through the doorway into the future. The problem is, a lot of people find it difficult to visualize the future. They look forward into that space ahead and they go, I can't see anything, it's just an empty room. But if you think about the phrase blue sky thinking, then that enables people to start to think forward, to imagine what might be. Now, can you see how powerful a door and a doorway is from bridging from the present into the future? But even then, we can still feel constrained, right? If you go thinking and dreaming, often it can be to be outside, to have the ability to remove the walls from our thinking. So in the future, could rooms become doorways in a different sort of way? Can we step outside and then choose to somehow step back inside? So even in the present, to be able to imagine forward as to what might be. Now, the reality is, when a lot of people think forward into the future and they try and imagine blue sky thinking and inspiring possibilities, they think too much about the negative and what's going on in the world.
we're programmed to do that as a species. So you can go back in time and go, it's staying alert, it's staying vigilant, it's fight or flight. But even now in the modern day, just watch the news, do a headline count on how much of this is about good stuff, how much of this is about bad stuff, right? And we're surrounded by the signals of negativity. So when a lot of people look forward and imagine what might be the future, what might be possible for doors, as they look through that doorway, they just see that turbulence. And the problem with turbulence is you can become immersed in it. So when you look forward into the future, you see that doors will be like this and it'll be like that and it won't open, or this idea someone's got, it won't be possible. But if we stay instead of it won't be possible, but go, how might we make that happen? How might we change that future? How might we collectively step forward? If you think about when you send an astronaut out into space, you don't just say to them, go out into space as you are, you equip them. So that's what futurists do. Futures thinking is equipping your mind to step forward into that future, to imagine what might be possible for doors, what you might be able to create. So when you think about the future of doors, it's not what do I think as a futurist, but what's running through your mind now as you watch and listen and think about what might be possible as we step forward into the doorway of the future. Remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. Ooh, that pussy good, once you sit it on my taste buds. I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your prime. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still take you down right on your mama couch and